from New York. Wow, ég var að segja velkomin heim. Ég var að reyna að koma með eitthvað nýtt, sko. Okay. Það alltaf velkomin heim, hérna. Já, ég er svo þyrst, bara ég ætla strax í þetta. Já, rólega fyrsta mín, sko. Strax í Happy Hydrate Peach. Ég er ekki búin að eiga þetta smá heima, sko, ég er alveg bara að sakna. Já, gríns. Ég var með þetta með mér úti, eins og ég sagði. Já, gerðirðu það? Já. Ok. Ég gerði það. Og hvernig var það? Það var bara geðið, sko. Já, var þetta ekki life changing? Það er smá saga með það, sko. Sem er? Sko, hvað er ég að byrja? Hvað er ég að byrja hérna þátt? Sögunu Happy Hydrate. Já, en það kemur samt alveg út frá alveg annar sögu sem er svona allt, þú veist, ég náttúrulega Bensi erum bara óhefnust í heimi þegar kemur að... Ok, byrjum á New York. Já. Af því að Grammys gerðist á meðan ég var úti. Á meðan var svo úti. Já. Þannig að byrjum það sem við byrjum. Ok, byrjum samt að því að segja takk kærlega allir fyrir viðbröðum Steindu Auðaþættinum. Já! Það var ógeðslega skemmtilegt. Við erum búin að heyra mjög góða hluti. Það er skemmtilegt þáttir og svona sem við vitum alveg. Já, við vitum það. We know, we were there. En velkomin þeir sem vissu það ekki. Já. Það tepur væri frekar skemmtilegt. Við erum dálítið skemmtilegt. Ha? Ég myndi alveg segja það. Ég myndi segja það. En já, og bara bókabóðið náttúrulega. Bókabóðið komið hérna út fyrir opna áskrifendur. Já. Og áskrifendur, bara opinn þáttur. Já, bara í bara bóði fyrir stjórnvöld. alla. Þannig að allir að kíkja á bókabóðið og joina skemmtilegasta bókaklúbb landsins. Við draugum úr gjafaleik á morgun sem þú getur unnið iPad. Já. Og áskrift hjá Storytel sem er geðveikt, sko. Það er alltaf styrlað. Og Ég hlust á ekkert eðlilega marga bækur. Já, og ef þú kíkir highlights hjá okkur á Instagram sem þá er til highlights sem heitir Storytel, þá finnur þú link og getur pröfað 30 daga frítt. Geðveikt, og inn á þeim link sérðu líka bækur sem við mælum með og allar bækur sem við höfum tekið fyrir í bókabóðinu. Ég meina, þú veist, þú getur hlusta á helviti marga bækur á 30 dögum, sko. Mjög margar, sko, mjög margar. Nýtið ykkur það. Þannig að við ætlum að, mælum með því, bara, takk fyrir góð viðbröð og byrja bara þar. Já, 2025 er alveg the year of the books og audiobooks. 100%. Það er alveg smá hot. Það er hot, sko. Já. En þú, sko, einmitt í talandi Steindu Auðaþáttinn, í þeim þætti, þá erum við eitthvað, þú ert svona að lenda frá New York. Já. Svo ertu ekki að lenda. Nei, ég lendi 3 dögum seinna. Já. Nánast. Og fórst fyrr. Já. Hvað ræði það eða? Sko, þetta byrjaði þannig. Ég og Bensi áttum að vera að fara út 31. janúar til New York. Sem er föstudagur. Og áttum að vera þar til 5. febrúar sem er miðvikudagur. Ef við myndum svona lenda klukkan 6 morgunin eða eitthvað 5. 7. feb. Þannig það var 5 daga ferð. Ok, á miðvikudeginum þá kemur bara eitthvað það er að fara að vera gul viðvörun á föstudaginn og ég var bara að senda á þig, ég veit bara típist, ég sagði þetta ef ég, þú veist, alltaf þegar ég er að fara til útlanda með Bensa þá er alltaf eitthvað svona viðvörun og ég veit ekki hvort það sé að fara að vera og janúar, það er svo típist janúar að myndi vera eitthvað svona vesen og svo bara koma guðla viðvörun átti ekki að byrja fyrir klukkan, þú veist, 5 eða 6 á föstudeginum, þannig ég var bara, ok, þetta er allt í lagi, rétt náms, það kemur ég alltaf seinna. Svo erum við bara eitthvað á miðvikudagskvöldi, bara svona aðeins svona byrjuð að ná í töskurnar, að þeir eru bara út á föstudeginum og alveg seinni parts, og svona, ok, bara í kannski töskurnar, og nei, við gerðum það ekki eins og við gerum það bara morgun, já. Við vorum að fara að taka upp deginu eftir og 5. deginum og svona. Svo er bara klukkan 11:30 eða eitthvað. Ég er bara að koma svefngrímuna á smettið. Ég ætla að ná góðum degi og morgun ætla að fara á æfingu, taka upp, bara pakka í róliheitum. Bara skráði pílates bara klukkan 7 og svo bara voru að mæta hinga klukkan 11 að taka upp og nei. Bensi bara segja við mig bara, oh my god, svona, hvað? Það verður að biðja okkur að breyta fluginu. Ég eitthvað, Já, annarkvort á morgun eða þá bara á laugardaginn eða sunnudaginn eða mánudaginn og ég var búin að heyra að það á laugardag var náttúrulega hræðilegur veðri en þá væri við aldrei að fara fyrir sunnudag mánudag, þá voru við eyðileggja alla ferðina að missa henni og við reynum eitthvað, Icelandair er eitthvað að bjóða upp að breyta og við reynum eitthvað að gera það virka ekki neitt nema að myndi þurfa að borga 300 skall eða eitthvað og við varum bara svona, ok, það meikir enga sens þannig að við bara hringjum og klukkan orðið þannig að lokað bara þjónustu verið nema bara erlendir skiluru þjónustu fulltrúar sem eru örgulega færri af því það er alltaf svo lengi að línni biðum í einhver 40 mínútur og þá kom eitthvað bara þú mátt
fara á lista bara og ringi mig þegar þú ert komið þær, við ok, nice. Svo erum við bara eitthvað, ok, fuck, ef við erum að fara á morgun, þá þurfum við að finna hótel, skilur við, eða bara tjekka á hótelina. Þannig ringjum í hótel okkar á meðan og erum bara að spyrja hvað myndi kosta og það bara kostaði geðveikt mikið. Oh my god. Þannig við, ok, finnum bara eitthvað cheap hótel bara og, þú veist. Fyrir mögulega eina dag. Já, þá erum við bara nústilla okkur hvort þið og þetta náttúrulega alveg tímamismunur og eitthvað. Og, ok, svo ringir ætlum þetta tilbaka og við eitthvað, ok, hérna, hvað ég að gera? Og þá var bara, já, við mælum með að fara yfir morgun, annars þeir ekki fara fyrir bara eftir helgi. Já, þannig að við eitthvað, fuck it, og þeir ferðið flugið okkar og þá bara þurftum við að fucking ræsa allt. Já. Heimilið, bara niður í töskur, pakka öllu. Ég hata pakkistressi. Hata það. Þetta er svo ömulegt. Ég var svo til í heilan dag að pakka og skilja eftir heimilið hreint. Ok, við fyrir í tösku og Bensi alltaf að tjekka okkur inn. Að því að búið að færa flug, ætla bara að tjekka okkur inn. Thank God, thank God. Þar hefst hræðilegur kvíði. Hann er ekki að leita vegabréfinu sínu. Og hann er með mjög skrýtna staði sem hann geymir vegabréfið sitt. Ég er alltaf með saman staði. Þessi, akkur er þið ekki bara með einn heimilistað? Af því hann er svo tryggur. Hann leyfir mér aldrei að snerta vegabréfið sitt. Hvað er það að gera? Steal his identity? Nei, hann er bara alltaf að hann vill hafa á sínum stað. Já, hann er bara gett skrítin með vegabréfið sitt, ég skildi ekki. Og bara alltaf erum að ferðast og ég er bara, má ég taka það? Já. Hann bara, nei, þú veist, hann vill alltaf hafa það. Guð. Já, hann er bara, þú veist, við erum bæði þannig upp alinn að ég var alltaf að gefa vegabréfin og hann líka. Já. Við erum bæði svona the keepers. Já. Og ég myndi aldrei meika að hann var með mitt. Nei, ég er alltaf bara með Gunna og Emblu. Mér langar að hafa það, ég er bara oft að ferðast með vinkonum mínum og þá er ég með þeirra. Já, þú ert oft með mín, sko. Já. Þannig að þú veist, það er svona, já, ég er bara alltaf verið þannig og hann er greinlega líka þannig, það geppir hann. En ég áverð með þið. Alltaf, hann byrjar að leita og ég er bara svona, ok, hann er alltaf með svo heimskulegum stöð, bara ímyndað er heimskulegasta stað. Hann er með heimskulegri stað. Já. Bara sokkaskúfinu. Nei, þú veist, nærbuxnaskúfu, það skilur við. Og bara hvað, það sem vítamínur er geimt, bara, hann er með nokkra nefnilega. Já, og ég er bara með einum stað og það er bara alltaf þar. Já. Allavega. Og hann er svona byrjulegði, ég er svona, ok, þú veist, hann finnur þetta. Svo er hann bara að leita, ég er bara, ok, þetta er alveg komið 20 mínútur. Ok, þetta er ekki mitt vandamál, hann finnur þetta. Það er komið 30 mínútur núna og ég sé að hann byrjar að stressa. Ég var að spyrja, er hann að stressa þér? Já, þá byrja ég að stressa. Ég var bara, ok, Bensi, má ég hjálpa þér eitthvað? Því að ég má ekki hjálpa af því að hann er bara þannig að ég haldi eitthvað. Og hann er bara, já, og þá er ég bara, fuck, ef ég má hjálpa. Ef ég má hjálpa, já. Þá er ég bara, shit, ok, byrja eitthvað að hjálpa og svo er ég bara svona, ok, og hann er bara út allt og ég er svona, alltaf því tína einhverju, þá er ég svona, ok, göngum okkur í gegnum þetta, þú veist, hvar varstu með það seinast? Seinast þegar þú fórst í útlanda, þá voru Króatíu, ertu búin að nota eitthvað síðan þá? Og þá var hann eitthvað, já, ég var ekkert að nota fyrir eitthvað svona skilríki á netinu og þá var, veistu eitthvað, ég ok, hvena var það? Hvar varstu í íbúðinni þegar þú notaði það? Hann eitthvað, ég var í sófanum, hann að einingasófanum okkar frammi. Ok, þetta kom á það stigi, ég tek hann allar í sundur. Ég bara ríf allan sófanum sundur og lyft honum og bara, ekki þar, ok. Ég leita hinum sófanum, just in case að hann var bara rugglast. Rugglast sófa, já. Og svo, hans sófi fór allir í sundur líka. Ok. Við erum búin að leita öllum skápunum, allstaðar, öllum skúffum, öllu bara kommóðinu, bara gjössamlega öllum stöðum sem við þetta og við erum alveg með mikið svona stöðum til að leita heima. Já, mjög mikið, já. Og ég er búin að leita 4 sinnum á hverjum stað og hann svona 8 sinnum á hverjum stað. Ég er bara, hvar í fokkar með þetta? Hann fór niður í geymslu og allt, sko. Já. Út í bílana, bara allt. Og hann er alltaf út allt og ég er út allt. Og ég fór í smá kvíðakast, sko. Ég var bara, holy fuck. Bara við erum ekki að fara. Já, við erum ekki að fara og vorum að ná að redda því að fara og ég var svona, fuck, við erum ekki að fara. Þetta er ekki svo til Danmörk, þetta er Bandaríkin, sko. Já, þú veist, það er vísaði líka inn í þessu skilur allt. Já, þú fer ekki dánus. Nei. Og hérna, ég var bara, við erum ekki að fara. Ég var bara, koma, ég fór bara í rúm og ég bara, við erum ekki að fara. Og þannig var hann út í bíl. Og ég fór inn á, veist hvað, ég gerir þegar ég er með svona mestan... Yes or no? Já. Þegar ég er með mestan kvíða minn og hérna, þá, þú veist, ég veit að ég þarf eitthvað svona að fara að vinna í mér þegar ég byrja að nota þessu síðu og ég er að nota hann núna í dag, þannig að þið veitir hvar ég stend. Hérna, ég fyrir mig þess á nobutton.com og ég er bara, erum við að fara að finna það?
yes. Já. Og þá stóð ég aftur upp og ég var bara, hann kom aftur inn, hann bara, ég finn ekki. Og ég var bara, hvar varstu með það seinast? Hvenær var seinast kosningar? Og ég bara, ég segi hann alltaf að taka vegabréf til kosningarnar. Þú veist, það var alltaf þannig, maður þyrfti þess. Og hann bara, já, kosningarnar. Og ég bara, í hverju varstu? Og hann bara, ég er búin að fara í gegnum alla jakkanum mína. Ég var bara, nei. Og hann fór eitthvað inn og tjekkaði öllum buxunum sínum. Og ég fór í alla jakkana. Og ég var bara, Bensi. Fannstu það? Ég fann það. Nei, þetta var svo bíómyndaatriði. Já. Hann horfði mig, hann fyrir að hlæja, hann greip mig í loftinu og bara, þetta var sko, ég held ég skilji ekki hvað voru komin langt niður í bara þunglindi, sko. Voru þið ennþá vinir? Já, við vorum ennþá vinir. Já, ok, það er vel gert. Það var svona mjög skilningsríkt, skilur. Vá, það er fallegt. Já. Það var enginn orðin pirraður út í þetta. Við vorum bara að reyna að vinna í þessu saman. Vá, veist það fallegt. Já, en bara þegar við fundum þetta, ég var bara, þetta var besta moment lífsmíns. Ég var bara, ok, við erum að fara. Já. Við erum að fara. Og bara á morgun. Já, á morgun. Já. Þannig að stressið ekki búið, sko. Nei. Við þurfum að bara fara að pakka og við þurfum að pakka hundunum og... En ég gæti alveg sætt með það þarna íbúðin mín var að það vera bara hræðileg, sko. Það var bara, allt sem var í skúfum var upp á borðum. Þannig að, og sófinn var náttúrulega bara allir í ruglinu og allt bara, en já, við, Að tekur því. Já, en þannig að byrja þetta, ég var bara svona típist við það, þú veist, við höfum mistað flugið, við höfum sprengt dekk á leiðin á flugvöllin og núna tínum við fucking vegabréfinu. Ég er bara svona, we can't catch a break. Og taska mín títist líka þegar ég var með bensa. Það allt gerst þegar ég og bensi erum tvö. Bara all my worst fears hafa gerst þegar kemur að flugi. Með ykkur bara tveim. Bara þegar við erum tvö. Þannig ég var bara svona, það getur ekkert meira gerst. Því að bara, ok, við erum, þú veist, við erum búin að lenda í núna öllu að það er næstu búið að cancela fluginu okkar og við erum bara tína fucking vegabréf. Einu sem getur gerst núna sem annað my worst fear að gleyma þið heima. Já. En nei, little do I know, bara ég mæti bara flugu, allt gengur alveg ágætlega vel upp bara og nú mætum alveg frekar snemma því að við erum smá hrædd við veðrið. Bara upp á þessi líka umferð og það var líka búið að vera lokað eitthvað brautin allan að leiðin tilbaka. Hún var búin að loka morgunin, já, sko, morgunin, við brunuðum bara eldsnemma. Og svo þegar maður bara, við fórum landsið og bara nice og svo náttúrulega fara maður svona passport control til að fara niður þegar maður fer í flugið. Herðu, ég er bara tekin til hliðar eitthvað fucking herbergi. Nú? Já. Ég sé þetta ekki. Nei, ég var ekki búin að segja það. Ég var bara, þú veist, ég aldrei, það var bara, nei, þú þarft að fara þanga. Og ég var bara, hvað fokkanum því það? Ég aldrei lenti í þessu. Já, nei, og líka á Íslandi. Okay. Og leiðandi Bandaríkjanna. Ég var bara, hvað er að fara að skoða, skilur. Og ég aldrei bara sé þetta herbergi á æfunum minni. Og ég tekin hann til hliðar og ég er bara svona, er þetta random, er þetta verið að ráðast á mig eða bara á ég ekki gott skilur þegar ég ferðast með bensa. Og þú veist, það var bara gæði skrippborðið og eitthvað, já, tiltu þér hérna og ég var bara, akkur siti hérna einn, skilur, þú veist, þetta er hræðilegt, bara hvað er ég að fara inn í? Og svo allt í henni er einhver önnur gömul íslensk kona, ekkert gömul, bara svona eldri kona sem er bara líka af geðu confused, ég eitthvað, ok. Og hún líka farþegi, bara, hún er ekki að vinna þarna. Og hún þurfti líka að sittast, ég eitthvað, ok, rætum líða aðeins betur. Já. Og ok, svo bara kemur einhver kona, bara beðið mig komin í herbyggju, þetta er bara svona, hefur þú farið inn í svona? Nei. Það er bara svona margir klefa, þetta er svo COVID-herbyggin. Bara svona, þegar maður fór svona COVID-skönnin á flugvöllum. Man ekki því. Það var bara svona mörg aðskil herbyggi með bara stól og borði og svo er þið bara að taka svona síni. Sprengi eða eitur, I don't fucking know, sko. Bara svona eins og það gera við mann. Já. Eins og þegar lendir randamanna bara þannig, nema svona 10 sinnum og ég þurfti að opna alla töskunum mín og allt inn í töskunum minni. Handfarangurs. Já, ég var með handfarangurstösku og taka allt úr vössum og fara úr jakkanum og öllum skóum, ég þurfti að taka líka skónum sem með í handfaranginu upp úr og eitthvað svona hannig. Á bras? Já, hún sagði, eða hann, ég man ekki hvort það strákur að stelpa, ég var bara svona hvað er að gera Já. Og þau segðu við mig bara eitthvað, ertu með eitthvað púður eða barnapúður á þér? Ég eitthvað, nei. Ekki svo held, ég var ekki sem make-up mitt. Og ég bara, nei. Hæ? Já, ég var bara, what the fuck? Ég bara svona, hugsa fyrst bara, er ég með hútabjúti? Þú veist, er það með mér? Já, en ég var bara, nei, það er ekki neitt. Svo sá hann, tengdi vasana. Þegiðu. Ég var með, 2 tróðfulla vasa að hafi hætrið.
þegar ég hljóp út, ég var bara, oh my god, Happy Hydrate, tók bara allt Happy Hydrate mitt og tróði í vasanum mér. En ég eitthvað, nei, svo bara tæmdi vasana og ég bara fullta eitthvað, ég bara vonandi veit hvað þetta skilurðu. Bara, en þú veist, hún pældi ekki til því samt. Nei, en ég var bara svona, er þetta út af Happy Hydrate að ég mældi sem ekki mikið púður á mér eða eitthvað. En hvenær mældistu þá með það? Ég veit það ekki. Kannski, þú veist, ég spurði með vinkonu okkar sem hefur var að vinna í svona. Ég eitthvað, varst þú að vinna í svona? Og hún okkar, varstu tekin? Ég eitthvað, já. Hún eitthvað, já. Og þú veist, ég var bara svona, hvað er þeir að leita? Og hún sagði... Vinkonu okkar var að vinna í svona, ég man ekki. Þú veist alveg hvað það er. Okay. En ég veit ekki hvort hún vil tala um það ekki. Já, ég er bara búin að gleyma, já. En já, ég var bara, þú veist, þetta sem þú varst að vinna við. Ég aldrei skilið hvað hann var að vinna við hana. Já. Og hann bara, já, og hvað, þú veist, segir þetta sé random, en stundum er þetta valið. Þannig ég veit ekki hvort að ég misti, já. Ég veit ekki hvort að það sé, bara ég ofugsa. Já. En ég var ekki að labba og, þú veist, eðlilega, manstu, ég sendi ykkur, Bensi fekk sér hamborgara og svo bæjarins bestu áður en fórum í lounge. Já. Og ég er bara svona að labba á svona eftir honum út allt og ég svona missi upp úr vasanum Happy Hydrate á gólfið. Og ég er svona, hvað er þetta? Og mér fannst einhvern veginn allir að horfa á mig, já, teku að tröði vasanum, ég er svona geðstóður lóðkápu, geðsöss. Þannig ég veit ekki hvort það sé gjörsamlega random eða hvort að þið sáu mig vera eitthvað með eitthvað duft á gólfinu, eitthvað. Að forviti hvaða lóðkápu varst í? Bara Gina, pældu. Ég sagði þetta að Bensa. Já, ég sagði þetta að Bensa. Hvað? Ok. Það er náttúrulega önnur saga. Já, það er alveg backstory. Að, þú veist, bara mjög quick story. Bara hún þriftaði einu svona jakka. Já. Sem að, þú veist, lóðjakka sem að það var svona duft í honum. Fokkin mikið hvítt duft í vösunum. Já, og við vorum bara, er þetta, bara literally þriftaður jakki, skilur, teki ekki fyrir eftir sem við erum komið heim. Já. Bara alveg mörgum dögur setna. Já. Og það bara tekið eftir að lyklarnir mínu bara allir hvítt dufti og ég bara fer núna í hend vasan og það bara geðið mikið hvítt duft. Já, þannig að þú veist ekki þeim jakka. Ég ætlaði í honum Birta Líf, en svo ég þorði ekki að fara í honum að því hann er ekta. Já. Inn til New York. Það er alltaf verið að hella á fólk, skilur, það þriftaði samt, þannig að ég fór í fake. Já. En ég sagði fyrst sem ég labbaði út að Bensa, að ég veit ekki, við vitum ekki ennþá hvað þetta er. Ég bara ryksu upp úr vösunum og ég bara og þú veist, við bara að reyna að tjekka hvað það var og Birta alltaf þefa af þessu, ég bara, nei! Það er náttúrulegustu viðbröð en eitthvað sem verður að fatta eitthvað, er þetta ónýtt, er alltaf læg með þetta, maður þefar, svo ef það er eitthvað sem má ekki þefa. Nei, þá er maður ekki að þefa þig. En það var líka það sem ég hugsaði fyrst, en svo var þú að gera óleitt, ég var bara, nei, ekki þefa þig. Oh my god. En já, ég var þingað ekki í þessi kápu, sko, en það var líka eitthvað bara svona, guðminn, pældi. Og ég segi til Bensa bara eitthvað, við köllum þetta kókainkápuna út af þessu. Og það er bara fyndið, skilur við. Og ég eitthvað pældi, ég var í hana kópunum hana. Og hann eitthvað, hvaða kápu? Hann elskar að æsa í mér, sko. Æ, nei, hann má ekki upp á flugvelli. Og ég bara, I don't have humor there. Mannst ekki kápan hana. Hann eitthvað, ertu að tala kókainkápuna? Ég bara, takk fyrir þetta, ég bara, geði lítið líf. Já, ég búið að taka mig til hliðar hérna. Og líka bara svona, oh my god. Ræðilegt, ég er bara svona, ég veit ekki svona hvort það sé að taka eitthvað fyrir eiturlyfi með hvað það er, já. Sprengjað, ég með bara segja podcasti, en það má ekki flugvelli, skilja. Já, þetta. Explosives, eitthvað, Þau eru bara að skoða allt, örugglega. Já, en þetta var bara svona, litla hrúan sem ég er nú þegar, bara yfir öllu, þetta var mjög erfitt. Já, ég trúi maður. Þetta var mjög erfitt. Vá! Já. En þú veist, þetta gekk upp. Ég var bara svona, it's out of my hands núna, því að var sko komið boarding og allt og geitið lengst, ég var bara, it's out of my hands, ég var bara að halda mér hér. Svo var ég í svona 3 mínútur. Já, en líður, ég var bara að missa fluginu mínu. Einmitt. Út af þeim. Þetta er báður rosalegt. Ég veit það. Það var hræðilegt. Þetta var Happy Hydrate, sagðan. Já. Ég veit ekkert hvort þetta var út að ég var með Happy Hydrate á mér. Oh my god. En aldrei þá setja, þú veist, Happy Hydrate í póka eða prótein eða amino eða bara svona eitthvað skiluru duftkeng og setja það í handfæringur að ég fekk bara panik þarna. Já, trú því. Þó að það var í merktum umbúðum. Kannski líka þú varst með svo mikið magn. Þú veist, það er bara, ég get ekki sagt að þetta sé ónýtt. Þú veist,
Já, Kannski er það, þú veist, að því að maður alveg tekið stikur með sér, við höfum tekið stikur með okkur í flug. Já, en ég veit ekki hvort þetta var út af þessu, sko. Nei, guð, nei. Þetta var gæt, það var líka gömul kona hana, hún var örugglega ekkert með fullt af happy Nei, en þú veist, kannski. Já. En ég veit ekki hvort þau geta mælt þetta, en náttúrulega vitum ekki neitt, að það er einhver flugvallar starfsmaður sem vil koma að spila þetta bara... Please do. Já. En Guðmundur, pælti það lendi í þessu bara í Bandaríkjunum, skilur við? Nei, það er Ég hefði alveg dáið, sko. Já, þau líka veit eitthvað happy hydrate er. Einmitt, og Það ég er erfitt eitthvað. útskýrði það á ensku, It's a hydration express. Já, þetta er selected electrolytes eitthvað. Já, maður þarf að læra þetta. Selected. Maður er, þú veist, ég veit ekki hvort það sé bara við, en maður er alltaf stressar að vera til Bandaríkjana. Já, það er alveg, já, er ekki Þeir taka mann í viðtalið eða eitthvað. Já. Reyndar var gæinn mjög næs, ég var mjög þakklátt fyrir það. Það er gott. Ekki næs stundum að vera með Benedikt, því hann er bara, maður veist aldrei hvað hann er að fara að segja í djóki. Það er ekki gott. Ekkert fyndið á flugvelli. Nei, ekki neitt, Bara ekki alls ekki neitt. follow the rules. Jeps. Og þú maður hafa gaman þegar þú ert komin út af flugvellinu. Jú, 100%. Ég er ekki að njóta mín fyrir en ég er komin út af flugvellinu í Bandaríkjunum. Þá er ég komin. Já, þá er ég lent, já. Þú veist, það er eins og maður hafa lent í ykkur. Já, já. En þú veist, af hverju er maður svona kvíðin yfir þessu? Ég veit það ekki. Er það bara við það? Tengið við þetta? Já, eða ekki. Ég vona það. Ég vona það líka. Þegar ég var að fljúga sem flugfreyja, þá var ég svona minna stressað, því ég er bara að vinna. Þú verður að hleypa mér inn, skilur. Já, En af hverju er maður svona stressaður? Maður er bara okkur hrættur. Já. Þetta er svo stórt land og Þið eru mikið bara svo byssum og scary, eitthvað, já, þetta er elskir land. Líka bara maður sé svo mikið af bíóspólum bara. Já, eitthvað. Já. En já, allavega, það hérna gekk upp og við komumst bara, eftir þetta var það bara dálítið smurt. Thank God. Thank Við áttum God. það inni. Japs. Ég áttum það tvö svona bumps, þó að þetta inn í herbygginu var ekkert það var miklu skárra heldur en vegabrifsdrama, sko. Já. Það var mjög, þetta er allt í lagi. Ef þú ert ekki að gera eitthvað á þér, skilur. Já, auðvitað, þetta er bara random check, öllum líkindum. Já, það var Íslandi, sko. Ég var bara svona, þetta er alltaf, ég er bara á Íslandi. Já, Ég er bara á Íslandi. Bara... En bara þegar þú ert með kvíða, þið sem erum með kvíða tengi við það, þá fer maður bara eitthvert. Já, bara að vestur hlið. Bara, ég var bara á tíma, Ísland. Það rettast. Já. Uppáhaldssetningin okkar. Oh my god. Já. En ok, svo komum við út og þá gengur hlutinir aðeins. Já, það var allt bara eitthvað þetta var. Já. Ekki næs að vera í New York. Jú, það var gett. Já. Og það er svo gaman í New York. Já, ég saknaði því mjög mikið, sko. Jú, ég saknaði því líka. Það var svo fyndið líka að fara núna til New York. Þú veist, okkur var svona ágætlega að byrja að rata. Þetta var svona allt annað núna. Já. En maður svona byrja að sjá, þetta var svo stórt þegar við fórum. Já. Mér fannst þetta svo stórt en núna var ég að labba fram í allir stöðunum sem við vorum á. Þetta var allt bara við hliðin okkur öðru. Já. Ég var bara vákvæmt lítið. Já. Já, ég trúi, já, það er svona leiðum að kemur einhvern veginn. Já. Er það bara hér, skilur? Fóruð það sama nóbústað við fórum á? Já. Við fórum á sama, en þetta er bara drikk niðri, skilur, við fórum ekki upp. En bara gaman? Já, mjög gaman. Já. Fórum við annars það, Sadels. Við vorum bara við hliðin á Sadels. Já. Þannig þá veit ég nákvæmlega hvað hverfið voru, eða þú veist svona sirka, já. Nei, en það er ándjós bara inni, þú veist, mér fannst þess að Sadel var aðeins lengra frá. Já. Nei, það er bara Soho, bara alveg. Já. Það er svo fyndið hvað maður er svona, að því við vorum alltaf að taka bíl allt. Já. Eða labba geðveikt langt. Eða, já, einmitt. Á daginn, eins og á Sadels. Svo er bara, já, við vorum allt í henni komnir í Soho. Já, ég maður þá bara handið á hotni, þar tókum við myndirnar. Já. En það er bara svo skrítið svona, það fær ekki svona tilfinningu fyrir borgum, svona hvernig er leið. Jú. Núna var þetta svona allt öðruvísi borg. Það er skrítið. Bara annað tímabil og... Já, bara ég sá hana líka bara svo öðruvísi. Og var að gista í Soho líka. Ég veit ekki, því maður svona kemur frá öðru sjónarhorni einhvern veginn. Já. Ég er smá leið, sko. Hitt var svona, það var svo stórt fyrir mér þá. Já. En núna kannski var ég svo lengi einhvern veginn. Það minnkaði eins, já. Það var ekki eins svona, wow. Já. Ég skil það. En ég er svo spennt að fara svona aftur í gelluferð, sko. Ó, já. Það er svo gaman í New York. Já, veistu hvað leiðilegt að vera ekki að dressa sig upp öll kvöld. Það er svona þegar maður fyrir kærastaferð. En þú veist, það er óslega næs líka, skilur, bara ekki cozy. Já. En þetta er öðruvísi bara. Já, og líka það, að ég náttúrulega fór degi fyrr, þá gat ég ekki fengið kjólana mína. Já. Ég var alveg með 3 dresslænuð upp með þeim. Þannig ég var bara basic allan tíma. Já. Með mörd.
En ég meina, þú veist, það var ískalt, þannig að, Já, eða þú veist, þannig, ekki eins og þegar við fórum, bara gátum sleppt í jökkum og já, eitthvað. við bara löpum á toppunum, Já. sko, bara Bara alveg rassinum, sko. Nei, tjók. næsti. Það er næsti. En já, við fórum hana út til þess að fara á uppistand og vorum bara að njóta alla helgina og þú veist, fórum bara að geggja veitingastæði og bara allt mega næs og fórum á uppistand á þriðjudeginum. Og svo vorum náttúrulega að vera að fljúga deginum eftir heim. Miðvikudeginum heim, á já. miðvikudeginum. Sem eins og þið Íslendingarnir vitið, það var bara rauðasti dagar sem ég sé á ævinni minni. Hverju var? Hræðilegt. Var það ekki? Þetta er dagur sem ég þurfti að keyra til Borgarnesar. Hvað varst það að spá? Ég veist, Var það ekki Akranes? jú, svo þurfti ég að fara með pappa upp á Bifröst. Gistirðu þar? Nei, en ég hefði átt að gista. Já. Ég hefði ekki átt að keyra tilbaka. Akkur þurftir að fara með hann þangað? Pappi var bara spýtur á Akranesi, Já. við vantaði far heim, hann er heima þar núna, Já. upp á Bifröst. Já. Ég held að hann var að keyra með þig heim allaleg heim. Nei, svo keyrði hann tilbaka með mig. Þetta er önnur saga. Bara trauma hérna. Ógeðslega oversera hérna. Þið sjáu það, við erum ekki búin að hittast nú lengi, sko, það erum bara jafn. Hérna, nei, bara, já, ég þurfti að skutla pappa heim upp á Bifröst og svo var hann eitthvað, svo þurfti ég náttúrulega bara að keyra tilbaka og ég var eitthvað, ég ætla að leggja stað núna, bara, þú veist, ég annarkvort fer núna eða ég fer ekki, þú veist, Já. aftur heim. Þú veist, það er bara, að því að það var bara að tala að veðri er þið bara crazy klukkan eitthvað, það var klukkan 2 og það átti að verða verst klukkan 3, 4. Þannig ég var bara, ef ég fer núna, þá en ef ég hingra smá, þá næ ég þessu ekki, skilu. Þannig ég bara, það er bara snett að fara bara núna. Og þá pappi bara, já, ég ætla að keyra undan þér. Þannig að hann keyrði á undan mér tilbaka, alveg að Kjalarnesi, sko. Kjalarnes er náttúrulega alveg hræðilegt viður, sko. Það er ekkert með við hvernig var undir Hafnarfjalli. Það? Ekki neitt, þar voru 50 metrar á sekundu. Já, Bifröst er lengst í raskati, sko. já, þetta er sko langt í burtu. Shit, ég held að það væri bara að keyra frá Akranesi. Nei, ég þess að keyra Hafnarfjalli, sko, bara yfir brúna á Borgarnesi og Hafnarfjalli. Og Hafnarfjalli var sko bara, það var, ég mætti 2 bílum, hérna svona stórum bílum. Oh my god, ég hata mæn stóri bílum. Já, ég mætti 2, fór báður út af. Þeir? Já. Þegar þið mættu þér? Nei, þú veist, ekki þegar þau mættu mér, bara seinna, þú veist, pappi keyrði síðan ferðin tilbaka. Það var þeir ferðin út af. Oh my goodness. En eitt, við náttúrulega erum á góðum bílum, þú veist, við erum á mjög góðum og örugum bílum. Ég var að spyrja, varstu á... Já, ég fór á, þú veist, við sko færðum bílstólinn og allt, ég fór á mínum bíl, hérna, góðlegu bílnum. Hann er góður nefnilega. Hann er góður. Já. Og líka góðlega sendi... Weather warnings. Já, weather warnings og bara hérna mælum við að skoða þessa síðu, mælum við að skoða þessa síðu. Þannig að það var ógeðslega næs líka, þú veist, þau eru greinilega að hugsa mjög mikið um fólki sem er á bílum frá þeim. Þetta er ándis mjög sniðugt, sko. Mjög. Mér finnst allir að fá svona warnings. Já. Og alveg bara svona, þau voru bara með mælum við bara eiginlega ekki vera að keyra og eitthvað þannig. Já, og bara hvar og eitthvað svona, þetta er bara... Já, þetta var alveg næs, þannig að ég mæli með þessari þjónustu ógeðslega mikið varðandi það, sko. Og líka bara, þú veist, já, bara sem betur fyrir, fór ekkert úr skeiðis og, þú veist, allt fór vel. Komst heil heim. Ég komst heil heim, en ég verð ekki hrædd við að keyra, þú veist, ég er mjög örugur bílstjóri og bara svona, ég mikla ekki mikið fyrir mér að, þú veist, keyra eins og bestisbílinn eða eitthvað, ég bara svona... Ég er alltaf alveg, bara meika ekki svona, sko. Nei, ég er bara æðrættast ef ég gera þetta eitthvað. Ég grét 3 svoleiðin heim og ég grenja ekki, sko, yfir svona. Ég var bara, þannig var ég bara, þetta er búið. Bara... Og líka svo löng ferð. Já, og sko líka, ég var að keyra á mótum fyrir megin, ég keyrði þar megin, út af því, ég var alltaf að skjótast yfir, bara í kantinn hinum megin, og var alltaf bara, nei, ok, aftur. Og ég varst ekki verið með haspur í hundanum eftir Nei, ég hef aldrei sitið, ég hef einu svona æfum minni sitið jafn stíf, og þá því ég fekk mændauðingu. Já, það stíf, ég var bara, ég leita ekki á síma minn, ég leita ekki á, þú veist, hvað klukkan væri, þú veist, bara... Ekkert útvarp eða neitt. Ekkert, ég satt bara, og ég var bara með haspur í öllum. Já, maður getur ekki heldur hlusta á hann. Nei, bara slökkva, bara, ég bara vildi heyri vindurinn, sko. Bara, þú veist, einmitt, Það var hræðilegt viður. Eins gott það var ekki orðið dimmt. Já, það var ekki orðið dimmt, sem betur fyrir, sko. Það hefði verið bara svona alveg, hundur niður í þið, sko. En þetta rettaðist. En jú, það var klikkað viður, þannig að þú komst alltaf augljóslega ekki heim þann dag. Nei, ég komst ekki heim þann dag. Nei. Og þannig var ég svona, ok, við erum búin að auka dag. Næsta lausa, þú veist, við vorum á línunum á Icelandair.
í 3 klukkutíma. Já, einmitt. Við vorum inn á Saddels, við vorum fyrst bara á hóteli, og við erum að ná á þeim bara hvenær komstu heim, skilur. Bensi þurfti bara að setja Airpodsi í sig. Já. Við vorum á 14. hæð á hótelinu, fyrir þorðum ekki að fara í liftuna því við vildum ekki missa. Slíta sambandi, já. Þannig fórum niður allan, öryggistígan niður, bara löpum niður hana emergency exiti, löpum allalega Saddels, vorum inn á Saddels, borðum og meðan Bensi var bara á línunni hérna. Að bíða. Já. Í 3 klukkutíma? Já. Og það var alltaf 1 hour. Oh my Já. god. Og svo, þú veist, við lentum nefnilega einu sinni í því að það hætti, að það er svona lag, bara kann það utan á eftir Já, sama lagið. Einmitt. Og já, og það hættir þegar það er búið í einhver tíma og við vorum alveg bara svona, ok, það er alveg komna svona 4 mínútur, það er ennþá ekki komið neitt, ekki einu svona Ekki neitt lag, já. og bara silence. Þannig skellti mig einu svona á. Og svo prófaði Bensi það aftur og þá var bara, ok, maður þarf bara að bíða og svo rísa það er lagið, skilur við. Þannig að, já, en svo, hringdu þér og, færði okkur, það var örugglega alveg brjála að gera. Þetta var mikið, stúrs. Og þeir færði okkur á Amsterdam, fljúga til Amsterdam, fljúga til Dublin, já, á miðvikudeginum. Já, ok, samt á miðvikudaginn. Já. Fljúga þangað og þaðan til Íslands á miðvikudeginum. Og ég var bara svona, það er ekki fucking séns að það sé að fara gegn, sko. Nei. Þannig að ég fara först í Dublin. Nei takk, leiðilegasta fucking land sem ég veit sko. Ekki land, en borg. Já. En þú veist, ég hef ekki farið neitt annað í Írlandi. Já, en frekar þú först í New York. Segir það. Já. Þannig að við vorum bara svona, ok, þú veist, getur við fært okkur á 5. og hann gerði það, sama flug á 5. deginum. Og færði okkur þangað og við ok, nice, þú veist, ok, whatever, við tökum því bara. Það var allir búin að vera undan okkur röðinni, þannig að það komust allir á undan okkur í næstu vél beintflug, skilur við. Og ég eitthvað, fuck, ok. Svo allt í var það cancelled líka á 5. deginum, við eitthvað, great. Og þá fært okkur á Amsterdam sem bara 9 tíma flug og svo 5 tíma flug heim. Þetta er náttúrulega ekki, á föstudeginum og ég þurfti alveg að taka mömmukortið. Já, ég skil það. Já, bara mamma. This is what mamas are for, sko. Já, og líka því vorum þannig tíma að við náðum aldrei vinnutíma á Íslandi. Nei. Tímamismunurinn er svo tregur. En náðu aldrei íslensku þjónustufulltrúa eða eitthvað svona. Nei, já. Nei, við myndum bara vaka til 2 nóttina sem við áttum mjög röð með. Já. Eða, já, ég veit það ekki. Alltaf við náðum því ekki og mamma bara, herði, já, hún vildi hringja klokk 7 fyrir mig. Hún ringdi klokk 7. Og næra færa flugið okkar beint. Já. Ég bara, akkur gatt Bensi ekki gert það í gær. Nei, einmitt. Það er bara mömmur eitthvað annað vald, sko. Já. Ég tók bara mömmukortið. Já, eðlilega. Takk, mamma. Já, eða bara, já. Stundum þarf maður bara að hringja í mömmu sína 28 ára gamall. Já, bara, mamma, en að hjálpa mig, mamma, já. Já. Þannig að sjáta á þetta mömmu, sko, og alla mömmur. Og þú lendir þá, laðir stað þá föstudagskvöldinu. Já. Og var komin á laugardagsmorgni. Beint á hótelgesi. Já, það er náttúrulega rosalegt. Já. Það þegar við vorum frá ásatíð því að vinna að spensa á laugardeginum og við áttum náttúrulega að eiga alveg 2 daga. Já, þið áttum náttúrulega að ná alveg smá svona leiðuveri að ná ykkur og svona. Já. Nei, við fórum bara beint. Þannig var líka mjög þakklátt að vera á góðlega bílnum okkar, sko. Akkurat. Því hann er góður. Já. Hann er gott að fara út á landi í honum, sko, ekki á pöttunum minni. Já, satt. En já, það gekk samt upp og hérna er núna, erum við, fara saman. Já. Og við erum með, ég keypti helling fyrir þið úti. Já. Maður fer ekki til útlanda nema vinkonu sína og sendaði maður með lista. Nei, sko, sérstaklega ekki Bandaríkjanna. Nei. Maður er bara, Og ekki New York líka, það er allt til þar. Ég veit það. Ég bara svona, þú veist, já, maður hefði getað sendið á þau svo mikið, sko. Maður þarf alveg svona að halda aftur á sér. Já, ég meina, við fórum út við 3 töskur fullar. Af því að maður þurfti svo mikið að jökkum og Já, náttúrulega svo kalt, já. Svo kalt. Ég ætla ekki að vera með einn jakka. Ég þurfti að vera með 4. Já, þetta. Við ætlum okkur langa bara að gera smá haul fyrir ykkur. Já. Hei, gaman. Af þessum besta
Birta fekk? Það sem ég að fá from the USA. USA. Það taka bara svona upp úr. Og lala, herðu, hérna erum við með rót. Já, við áttum þetta náttúrulega, en við fengum okkur nýja síma. Jú, fengum okkur nýjan síma, en við þurftum að fá náttúrulega nýtt hulstur sem passar á þann síma. Gorgeous, as always. Einmitt, það var sko ekki til fyrst þegar ég ætla að panta. Eins og verður eitthvað öðuldra núna að það ekki síman á nokkur sundur. Jú, þú ert örugglega á annan gloss. Jú, reyndar, já. Ég held með sér hvað á glossi. Já, ég ætla að reyna að vera með dökka. Já. Við erum alltaf búin að vera við erum alltaf að grípa síman hjá okkur annari, sko. Já, sama glæra maxi fulstri. Já. En það var auðveldra þegar við vorum með þessi hulstur og því vorum alltaf með sér hvað á glossin. Já, þetta er geggjað. Elska. Svo, guð, heyrðu, alveg að brjóta hérna. Svo erum við með Let Me Chill. Ég var í sjokki að ég fann þetta. Já. Í Target. Í Target? Já. Einmitt. Því sko, ég var búin að leita út um allt. Mér langaði eiginlega bara í Target til að tjekka á þessu. Að ég náði ekki að panta þetta online. Já. Svo sá ég bara, ég var bara frá að labba út og þá sé ég eitthvað gellu með þetta í körfunni sinni. Og ég var bara, Where's Lemmy? Já, ég bara fór að beinta eitthvað starfsmæður bara, where's Lemmy? Og það var sko bara falið og var bara nokkur eftir. Já, einmitt. Hvað, keyptið þú þér eitthvað? Ég keypti með þetta og Let Me Sleep, það var ein eftir Let Me Sleep. Ok, þú er að segja mér hvernig það er. Oh my god, spennt að heyra. Þú getur líka prófa hjá mér. Já. Ég heldur ég veit ekki hvort ég taka Let Me Chill núna, en ég mun að taka það þegar að þið kemur. Já, ég bara að googla það, sko. Já, eða þú ert að spyrja lækniðina þetta er hérna með clinically studied ashwagandha. Ég hef tekið ashwagandha bara töflur, þú veist, áðurinn var rólegt og ég fann alveg ógeðslega mikið mun á skapinu mínu, sko, þannig að ég held að það verði geggjað. Þetta er svona de-stress. Kannski er þetta bara allt geðið náttúrulega og mátt alveg taka þetta á eitthvað, sko. Já, kannski. Ég prófaði að taka svona í gær, sko. De-stress? Já, Let Me Chill. Já. En ég tók hérna ekki eftir henni. Ég man bara eftir gælinu hana sem bara rotaðist og eitthvað, Það var Let Me Sleep, eða ekki? Ég held að það var ánsveg Let Me Chill. Nice. Já. Ég er mjög spennt. En það samt gerist ekki mig í gær, sko. Nei. Ég var reyndar alveg búin að drekka svona 3 nokku og eitthvað, ég var svo þreytt. Og svo erum við með Tums. Þetta er alveg big tub of Tums. Nei, þetta mun klárast. Það? Já, þetta mun klárast. Ok, ég hef alveg getið keypt meira fyrir þið. Nei. Ég held að þetta sé alveg nóg. Ok, annars á ég eitthvað heima. Það er ekki það mikið eftir. Þetta er stóra líka. Já, þetta er 160 töflur. Það eru, þú veist, líka sterkari. Eða þú veist, meira... Já, strength. Þannig þarf það kannski ekki alveg 2 í einu. Nei, örugglega ekki. En ég er bara búin að vera með svo mikið brjóstvega að, Þetta er andis lifesaver, sko. Þetta er lifesaver. Þetta er ekki ímynda mér... The Prego... Nei. Prego brjóstvegi, sko. Já. Ég fæ stundum þegar ég bara spæsi mat, þá bjargar þetta mér. Já, þetta er bara Prego brjóstvegi, bara ef þú drekkur mikið vatn, þá sko brjóstvega. Great. Þetta er bara, are you fucking kidding me? Ég er bara hydrated. Já, bara þökkað. Oh my god, ég er bara svo spennt fyrir þessu. Sko, þessi blush, hann er geggjaður. Þú að pröfa hann? Já, ég er búin að nota hann alla daga síðan. Ertu með hann á þér? Já. Hann er geðveikur. En ég er með þennan, sko, blanda við annan. Blanda við henn. Ég sko sá okkur að gælu, notið þetta á TikTok. Þetta er rót Toasted Teddy og ég var bara I am in love. Hann er geggjaður. Hvernig er þetta? Ok, skrúa maður snu. Oh my god. En þú getur sér það beint á það en ég er bara að nota bursta því annars fyrir bara make í hann. Já, þetta er svona tekur af makeið. Já. Ég skil. Þannig að fínt að nota bursta. Ok, vákveð spennt, ég ætla að mála með þessu á morgun. Þú finnir hvað hann er léttur. Mjög. Já. Ég held ekki að þetta væri meira. Já, ég líka. Kemur óvart, ok. Feels cheap, sko. Já, smá. En samt góð vara. En vá, ég veist ekki að rótverðunar made in Korea, það er leið. That's a good... Herði, ég keypti mér, the glazing, já, glazing milk, já. Er ég búin að prófa henni? Ok, let us know. Já, sýstum ég baði mig að kaupa það, ég bara, kaupa fyrir mér í leiðinu. Já, svo er hinn, Patrick Ta. Sko, ég á Patrick Ta, Þinn litur náttúrulega var svo geggjaður. Já, ég keypti mér aðeins og bleikan. Já. Þannig ég var svo spennt að fá mig þinn lit og þennan. Já, she goes to the gym. Já, hann er nýs. Já, við vorum bara að sjá svo mikið hann á TikTok. Ég var svo spennt og þetta eru alveg ógeðslega góði blössar. Já, nei, maður fer alveg penni á þessum, sko. Já. Ok, vá, hann er gorgeous. Ég er sko, já. Nei, hann er sturlaður. Ég er sko með... blanda saman. Já, ég er með þennan blauta og þennan þurra. Þeir eru gott combo, amazing. Sko. Oh my god, ég sko minn er búin upp til agna og dottin í sundur, ég er búin að nota hann svo mikið sko og það er mikið fyrir blush ef þú nota blush mikið þá ertu bara ok, I liked it
Vá. Pennið á honum, sko. Bara, Vá, hvað ég er spennt. hann er nefnilega mjög flottur. Hann er svona þú veist, hann er ekki of wintry en ekki of sumarlegur heldur. Nei, hann er svona the perfect in between. Já. Vá, hvað ég er spennt. Herðu. Hvað er mér eftir? Já. Shape tape. Shape tape. Bara always Number one. needs. Það stendur ekki á honum, sko. Það er alveg true. Já, það. America's number one concealer, sko. Já, það er bara líka Aren't we all tired, já. sko. Tight, penni. Gott að fara að setja þetta í öll veskin, Já. sko. Það er gott að eiga hann. Veistu hvað? Það er mjög gott að eiga þetta núna bara í skiptitöskunni. Já, einmitt. Það er bönn að sulla á sig. Já, og þau eru alltaf eitthvað svona ælamann og Já, eitthvað. true. Sniðugt. Þessi fyrir bara þangað. Það er svona must að kaupa hennan úti. Já, sammála. Ok, betur. Já. Húta. Þetta er svona áfyllingar og hlutur sem vantar. Pound cake. Best, of course. Nei, guð minn góður, sko. Já, já. Ég var að gleyma þessu róni. En Sunniva keypti náttúrulega því við vorum ekki byrjar Pandora æfintir okkar. Nei. Þegar við fórum til New York í Byrjaði maí. í London. Já. Ég veit, setti minna á hann. Sætur, sko. Hann er svo flott. Þetta var alveg erfitt af því að okkar armband er svona dálítið bleikt. Já. Og ég þurfti alveg að FaceTime að byrstu með konunni. Já. Bara hvað passar á okkar? Ég var ekki með mitt og þú varst með þitt áður. Já, en á já. sýndir henni. Að þetta við fengum okkur svona I Heart New York. Hann Hann er ógeðslega flottur. Já, hann er ógeðslega flottur. Annars var nefnilega bara eitthvað svona gulu taxi og eitthvað sem var ógeðslega flott. Mjög flott. En ég bara ekki ekki á við bleika. Nei. Spennt að setja mitt á. Já. Svo gaman. Þetta er svo Það var skemmtilegt. fyrsta sem ég gerði. Ég var bara nýkomin úr Pilates fyrsta daginn og ég bara, hei, henni Pandora. Fyrsta sem ég gerði. Fyrsta sem ég gerði. Geðveikt. Veitum. Býttu nú við. Heyrðu, þetta er náttúrulega, sko, þið skiljið ekki. Sko. Við lýrum svo ég ammali. Já. Þú áttbráðum ammali Já. hana. Herðu, Skims náttfötin. Nefnum að ég á ekki. Þessi Þessi ripped. ripped. Þessi eru sko, Því ég held að við værum haters og ripped. sko. But we're not. Ég vissi ekki að þetta var even better, sko. Það getur ekki verið. Jú, ég sver. Þetta er sko alveg hættulegt. Ok, við sem sagt, já, sögðu við Skims-söguna. Ég veit það Ég veit ekki. það ekki. Við erum svo litlar í okkur yfir þessu. Já, Ég veit ekki hvort við veitum þetta. í París keyptum við okkur tvö náttfötin sem við vorum í í jólaþættinum með aðfangadag. Já. með pipakökunum. Það eru Skims náttföt, svo keyptum við okkur líka grá. Já, heim í þessu. Þetta er fyrst sem ég fer í hvers skipt sem ég kem heim. Ég er ennþá að nota piparkökuna. Eða þú Ég líka. ekki núna eftir að Bensi keypti handa með ný. Hann keypti hann þegar Valentínus, er það ekki? Nei. Bara bleik. Þessi er ripped. Já, Skærbleik. skerbleik. Bara, þú veist, þessi bleiki. Já, ok. Perfect pink. Já. Hann ætlaði að kaupa Valdísa fyrir mig. Svo spottaði ég bleiku. Ég var bara, oh my god, þessi er flottari. Hann er gott, þau eru miklu flottari. Hvað með? Já. Þannig að hann keypti þau. Ég var aldrei svo gjöf. Ok, elska. Og þá sá ég þessi svörtu. Ég bara, þið veistu að þið langaði svört. Nei, sko, er búin að vera að deyja og var Já. með þetta í körfu. Bara er búin að deyja fyrir þessu og því að bara, mér langar bara að eiga heima í hinum, sko. Já. Það er svo Og- gott að ég þetta skipta hann nefnilega. Þegar hinn fyrir þvott. Já, það er það sem ég er búin að vera bara, hvað ég að gera? Ég er búin að vera í pipakökunum á meðan gráhöru þvott. Og það er svona smá svona, ekki lengur jólatími. Ég veit það. En bara alveg bara, þú ert í jólanáttu, en hún reyndir alltaf í sínum líka, sko, þannig ég eitthvað, þú líka. Svo- en vá hvað ég spennt, svo þakklátt. Þetta Þau eru buxurnar, geggjuð, sko. Þetta er bara, þetta er, í alveg ykkur langar að trýta ykkur með eitthvað sold as set. Já. Ok, lol. Þetta var ekki svona í hinni búðinni. Nei, í París keiftu við þess að borgu við fyrir sitt ykkur hlutin. Þannig við borguðum tvöfalt. Borguðum fyrir fucking 4 sett. Já. Borguðum? Hvað 30 skall fyrir stikkið? Já. Þetta á ekki að kosta svona mikið. Við heldum bara, wow, döfaldið dyrst. 30 skatt Ok, fyrir náttúr. til þess að útskýra, þá vorum við í hérna Lafayette, sem er basically Selfridges of Paris, sem er bara svona department store. Fundum Skims og varum bara, ok, splæsum okkur í Skims náttúr, loksins. Já, við sáum jóla Já. og vorum bara, oh my god, við þurfum þetta fyrir tilbúið. Já, og svo var það bara svona, það var alveg næs að eiga líka ekki jóla. Þannig við eitthvað, ok, fáum okkur grá líka. Ok, förum. Og þú veist, þetta er náttúrulega bara svona Skims hotn, þetta er ekki Skims búð. Tökum þetta og við borgum þetta, við bara, rífur í veskið.
skil ekki okkur sem fucking hugsaðum mikið meira. Og Grey Hófi og vinkonur okkar keyptu líka á sama tíma og við. Ok. Spólum alveg í enda ferðarinnar, þá fyrir Magnea og allar að kaupa sér líka náttföt. Sko, mál það var líka eitthvað netlöst að það inni. Þannig að kortið þitt virkaði ekki, kortið hennar Hófi virkaði ekki. Þannig að yfirleitt bara notum maður bara kortið sína, þannig ekki að pæla eitthvað geðveikt mikið. Þannig að ég tók fyrir okkur allar og var bara ok, við bara millifærum eftir þegar við náum neti og getum tjekkað hvað það kostaði. Þannig að það var ekki fyrir við vorum komnar út af staðnum, út að borða sem ég var eitthvað, já, Sunna, þú skuldar mér þetta. Og ég var eitthvað, dýr náttföt. Já. Þá voru vel bara svona, ok, og ég millifærin á því 30, sko, þetta var alveg svona... Já, fyrir 2 náttföt. Já. Þú veist, það hljómar alveg rétt 15 skall fyrir náttföt. Nei, það var 30 skall fyrir náttföt. Já, stykki, 60.000. Já, þannig að eitt svona sett borguði við 30 skall. Já. Ég hata þessu sögu svo mikið. Ég veit það. Svona... Svo fyrir Magnea, þannig alveg enda ferðarinnar. Nei, og hún alveg ómöggan stelpur þegar ég er búin að tala svo mikið um náttföt að ég ætla bara að fara að kaupa mér náttföt að 30 skall. Við vorum bara að selja neða það mikið. Já, hún fekk fucking 50% off. Hún var bara, ég er bara, veistu það, ég er bara alltaf að leiða mér þetta og veistu að gera það, þetta er best að við vorum alla ferðina. Þetta er best, þetta er best. Já, bara, það er svo góð náttföt, þetta er sannfara sjálf hvað, gerum við ekki klippi sem fólk eigi 30 skall á ári í föt? Já, við eitum því við eitum þá 60.000. Ég veit, já, að við keyptum 2 á mann, þannig að já, við eitum 60 skall á föt. Kemurljós, hún fer upp í Skims og kaupir sér og hún bara, ég borgaði bara 15 skall. Hún bara, hvað ertu að fokkin tala um? Já, bara hvað ertu að fokkin tala um, skilur? Þetta er svo, nei, ok, maður sjá kvittunina. Svo kvittunina, við vorum með kvittunina okkar ennþá vorum að fara heim bara næsta dag. Já, þú veist, já, við gætum ekkert gert. Nei, líka búin að rífa með hana og hvað þú að gera, skilur, bara herðu þau rukk. Og þau bara ekki að tala frönsku, skilur, já, það bara er ekki hægt, skilur, mörgum dögum setna. Búin að nota það ekki mikið. Já, bara glemt því. Þannig að hún borgaði rétt verð og rétt verð fyrir þau er eitthvað í kringum 15 skallin. Já, þannig að gellan sem að rukkaði okkur skannaði þess að miðan á buxunum og skyrtunni. Já, þannig að hérna er æðislegt að standi sold as set. Já, því nú, þau potlendi þessu það oft að það er búið að kvarta, núna er komið þetta, skilur. Já, þetta er rosalega sniðut. Gríðarlega sniðut, en bátakk. Ég er svo ákvæmst að þetta er í alveg 30 skróna virðið samt, sko, ég myndi alveg bara en það er bara pirrandi að lenda í þessu. Þetta er bara, já. En veitu, hvað er meira hérna? Eitthvað meira? Já, hárband. Já, hárband. Ég pantaði með hárband, ég fekk svona 300. Já, næst. Bara fylgja. Geðt. Ég elskar gott hárband. Já, ekki. Er þetta geggjahál? Já, ekki. Jú, þetta var æði. Love a good haul. Love a good haul, sko. En heyrðu, það er valentínsdagur framöndan. Ekki bara valentínsdagur, heldur náttúrulega líka bara Galentine's. Já. Og hérna... Þannig að það verður skemmtilegt fyrir ykkur sem eru ekki í ykkur ástarsambandi, þá getið náttúrulega líka haldið upp annan dag. Bara geggjað að bara hitta vinkonur ykkar, fá ykkur besti saman. Já. Besti stífi í náttfötunum ykkar sem kostar vonandi ekki 30 skall. Okay. Ef þau gera það, það er alltaf læg. Það er alltaf læg, við skiljum það alveg, sko. Við hefðum alveg gert það. Maður séur í ykkur einst nóttu, Já, fjárfest í svefninu. Það er alveg mjög wholesome. Það er mjög wholesome. En við viljum líka segja ykkur frá því að hérna Blöss er með Valentínusar box. Við erum með tventana sem við getum sagt ykkur frá. Það er sem sagt, það er skemmtilegu viðburður núna á morgun 13. febrúar sem er haldið í samstarfi með hérna Smitten. Ef þið eru ekki með neitt plan og viljið gera eitthvað á þessum degi, þá getið þið farið þangað þannig að þau eru að bjóða vin og vinkonum í svona unaslega kvöldstund og þú veist, búblur, lukkuhjól, dildokast. Dildokast. Já, þú varst líka góð í. Ég er mjög góð í. Já, þannig að það er það sem er í gangi á morgun. Ef þið viljið gera eitthvað skemmtilegt með vinahópnum, getið séð þau eru til að posta um þessu á Instagram og þannig. En það er líka Valentínusarbox. Það er nefnilega hljómar rosalega skemmtilega. Já, þannig að þau eru búin að setja saman svona extra juicy box í tilefni af Valentínusardeginum og bara boxið inniheldur sérst allt sem þarf til að krydda upp á ástasambandi. Það er Desire G-Spot titrari, Uberloop, Stimulating Orgasm Oil, tipparhringasett, spili forleik, Coconut Body Butter frá Body Shop, kokteilamiða frá Tipsy og uppskrift af píkudegri og sparitotti. Gæti. Bókað mikið. Þetta er í mjög takmörkuðu magnið og þetta er bara til 14. febrúar og meðan byrðir endast. En
There's a plot twist. Það golden ticket. Já. Þetta bara smá Willy Wonka, sko. Þetta svolítið svoleiðis. Willy Runga. Willy Runga? En í einu boxi svona golden ticket. Já. Það sem einhver einn heppin sem kaupir boxið getur unnið veglega gjöf frá Body Shop, 50 skróna gjafur út að borða og freyðinsflösku á Tipsy. Já, bara Halló, sko. Má ég kaupa öll boxin? Einmitt. En já, og þú veist, boxi á 21.990 en andverðið 42.120 en ef þú ferð þennan golden ticket þá var það náttúrulega búið að vinna sig upp, sko. bara 30-falt, sko. 100% bara, og líka bara fyrir ykkur gaurar sem komu inn í tilboði eftir Steindauta þáttinn, þá þetta frábær gjöf fyrir makan. Já, því að konudagurinn líka í þessu mánuði, þannig að þú veist, þið geti við skulum alveg fyrirgefa okkur ef þið gefið okkur valentínusarboxið sem bæði konudags og valentínusargjöf. Get fyrirgefið það. Það ekki? Jú. Ég held það. Þannig að það bara skemmtilegt. Já. Það bara mjög skemmtilegt. Þannig að það það sem framundan allan hjá Blush og auðvitað bara kíkja á Instagram þeirra, þeir eru alltaf mjög duglega að posta hvað þið eru með skemmtilegt í gangi. Algjörlega. Herri, ég var líka náttúrulega út á landi eins og ég sagði, ég beint út á land. Við fórum svona random, bara svona vegasjoppu. Það var ekkert eitthvað mikið til sölu. Alltaf ekki mikið ís, en það var bara fullt af bestís. Það? Já, ég var bara gaman. Cute. Það var skemmtilegt. Þannig að allir að stoppa í vegasjópunum og kaupa sér bestís. En líka, sko, The road trip lunch. Það ekki til meiri Galentines eftirréttur í heiminum þetta og dívan, sko. Líka bara Valentines. Já, líka Valentines, 100%, en þetta bara svo bleikt, þetta svo mikið bara, þú veist, 100%, þetta bara... Og líka dívan á jarðaber og gera bleik jarðaber súkkulaði. Já. Nenni að gera það? Einmitt. Og eitt sem ég gleymdi spura, komstu heim með Diet Coke? Sko, ég ætla að gera það. Sko. En svo, já, ok. Ég drakk mjög mikið að Diet Coke úti. Já. Og hugsaði því alltíman. Já, eins gott. Ykkur eins skipti. Já. En ég var bara með fullan ískap alltaf bara inn á hóteli á þessu. Sko, ég var bara, ok, nice. Ég kaupi bara flugvellinum og þar þarf ég ekki að setja í töskunum mína. Af því ég veit ekki hvernig kolsýran í dósinni í töskunum minni. Skoðpunktur, já. Maður þekkir, ég þori að taka nokkuð með mér út af því að ég veit að hann springur ekki. Já, þú meina bara í tjekkin, já, auðvitað, já. Ég þarf að tjekka þetta Já, auðvitað, já. Þannig ég var bara svona, ok... Kaupi bara flugvelli, já, væntanlega. Ég kaupi bara flugvelli og tek bara í handfarangur með mér heim fyrir byrstu. Kimfavöll, mannst þetta flugvellinum á mínu heim? Ömurlegur. Já. Ömurlegur. Hann fór glataður. Já. Það ekki neitt þarna. Ekki neitt. Það ekkert. Ég man eftir þessu, já. Einu sem við fengum var frí svildegir sem var geðið. Það var þetta næs. Já, ég var eftir á notan. Já. En ég er að tjekka hvort það væri aftur, það var ekki. Damn. En já, og ég var bara, ok, ég ætla að kaupa Diet Coke og það var ekki til, Birta. Veistu, þetta Það var ekki til. Nei. Ég ætlaði líka að fá mig mína seinustu, sko. Já, ég trúi því. En ég fekk ískalt Coke Zero í staðinn í dós sem var mjög næs. Coke Zero náttúrulega þú veist, það alveg geitin og bröðvitað. Já. Og ég er búin að vera að fá mig svolítið heima, sko, með læmsneið úti. Svona veitingastað. Já, ég er svona aðeins að setja klaka á læmsneið og svona. En það alltaf ég fyrir ekki það. En Coke við höldum áfram að halda í vonina. Já, þetta var mjög skemmtilega. En já, eins og segir bara Coke Zero, það hittaði, sko. Það hittaði, já. Þú mistir náttúrulega af, þú voru heilsudagar í Netto. Já. Mistir þeir eru nýbúnir. Mjög leið að missa þig. Ég held ég átti náttúrulega að ná. Já, áttur að ná. Ég átti að ná, ég var mjög spennt að fara og versla mér, sko. En það svo sem ekki tilgangur að tala um þá þegar þeir eru búnir. Nei, en það er alltaf mikilvægt að vera á tonnum og fylgjast með í samkaups-appinu. Já. Hvað dagar eru, sko. Og líka, sko, þú veist, eins og þegar maður bara, ó nei, ég er að missa af, þú veist, þú þarft ekki að fara í búðina. Maður gleymir því. Þú veist, þú hefur getið bara pantað þér í gæru appinu. Já. Skilur Já, ég veit það, já, en þú veist, ég langaði svo að fara að skoða allt. Ég veit það, en þú veist, maður þarf að leggja þetta í vana sinn, þú veist, að ég var svo dugleg þegar ég bjó Erlendis að panta alltaf á netinu, þú veist, ég ætla að reyna með smá markmið núna, þú veist, að því maður er alltaf eitthvað svona, þú veist, vill ná okkur tilbúið, kannski nærði því ekki, að því maður er ekki að komast, nýta appið og vefversluna. 100%. Þú veist, það er mjög sniðugt. Það er mjög sniðugt, að það er hægt að fá app tilbúið í búðinni, en það er líka náttúrulega bara hægt að fá það í appinu. True. Þannig að við viljum að mæla með að þið öll náu í samkvæmsappi og fylgist með. Það er mjög mikilvægt. Fylgist með þar, sko. En já, það er, þú veist, það búið svo mikið að gerast við ætlum algjörlega að skauta fram hjá Super Bowl.
Það kemur í áskrift. Við þurftum bara sér bara... Já, því það er svo mikið að tala og við verðum að taka Grammys fyrst, af því það gerst fyrst. Já, og við verðum líka bara fljótar, sko. Já, bara fljótar. Já. Grammys, það að byrja. Herru, For You Page þitt bara Beyoncé hit. Já. Það rosalegt. Já. Það ekki svona hjá mér. Nei. Ég er ekki að senda þér að því ég er sammálaði. Ég er bara að senda þér að sína þér hvað í gangi. Ég fattaði það, en ég var bara svona... Þú varst alveg, ég var bara svona, þú ert ekki bara að svara neini sem ég bara senda þér. Og svo sendur þú voðalega For You Page þitt mikið heitir. Ég segi, For You Page bara heit og Beyoncé. Já. Þetta er ekki heit. Þetta var svona að vera að grína því. Þetta er valla country eins og country í Bandaríkjunum þetta er ekki það mikið svona að fara að veiða dæmi og fólk var svona allt hjá mér var eitthvað fólk að fara að veiða og vera með eitthvað techno country Beyoncé skilu það er það joke og mér finnst það bara fyndið það er mjög fyndið sko en við ætlum að fara yfir ekki bara fara yfir svona hverju unnu jú svona stærstu sigrana já hvað er að byrja Album of the Year bara við vorum að tala um hana Já, náttúrulega Record of the Year var Kendrick Lamar það er eitthvað sem við þurfum líka bara að taka fyrir í Super Bowl Já, en hann kom það undan Album of the Year já. Að þess að segir Miley Cyrus bara eitthvað þarna bara hélt hann áfram með þessa kenningu að þakka basically Beyoncé Já, ég skildi ekki alveg hvað þetta átt að vera hún basically var að segja að hún ætti að vinna þetta, skilur ef þetta er ekki þú Beyoncé þá ætla ég bara að segja það hún hélt í alvörunni might as well say Beyoncé já, því hún hélt í alvörunni að það væri að fara að standa Beyoncé það var svo ógeðslega dónulegt að því Kendrick vann þetta já, ég sammála því en ég var líka sko, þú veist að því að Miley er sko featured á þessu albumi en ég náttúrulega Record er ekki album Record er bara lag basically, lag ásins þannig að þetta var svona, já, mér fannst þetta mjög skrítið eitthvað svona því að líka Beyoncé er ekki að sækist eftir Record of the Year sko Nei hún var alltaf að sækist eftir Album of the Year en hún var að presenta þetta award og hún þurfti bara að nefna hana já, þetta var steikt já og ég var ekki svona fyrst eitthvað svona, já, ætti hún sig að gera þetta því að þú veist, hún var með á þessari plötu já, en hún var ekki einu sinni það lag var ekki nominata sem pop duo, group performance eða neitt þannig að ég held hún sé bara basically bara gera það sem að við höldum já, kannski þakka Beyoncé, nefna Beyoncé Sabrina Carpenter var líka með Beyoncé tribute var það? já, í performanceinu sínu þá, þú veist, vitnar hún í Beyoncé ok, okkur fór það fram yfir? Það var þannig að þegar hún var að klæða sig úr en þá kemur eitthvað somebody's getting fired já það er basically, þetta er svona lúmst Beyoncé tribute, sko ég skilji veistu hvað ég meina? já, ok it's true ok að ég held að enginn myndi þora að nefna hana bara til þess að slökkva á svona sögum já, en þú veist, hún er náttúrulega en hún er það samt ekki hún er ekkert flottar en einn annars það er ekki spurningin, ég held að fólk sé ekki tala um að hún sé flottar en eitt annar flottari artisti, víst það er verið að segja að hún sé æðri en allir aðrir já, ég held að sko aðrir tónlistamenn líti á hana þannig hún er það samt ekki nei, en ég held að þú veist, manneskjur eins og Miley Cyrus og Sabrina Carpenter horfi á Beyoncé en hún er ekkert betri en Rihanna eða einhverja sem skilur en hún er alltaf, ég bara að segja hún er það er litið á hana í guðatölum hún er ekkert betri artisti en margir af þessum öðrum skilur að hennar kynslóð þó ég veit að kannski að Sabrina það er náttúrulega litið upp til hennar því hún er náttúrulega eldri bara með lengur í bransunum, ég tala um bara svona hennar kynslóðar skilur söngkonur af hverju er hún hér fyrir fólki ég held að sé, þú veist, ég held að sé margþætt, ég held að sé að því að hún er búin að brjóta ryðja ógeðslega margar leiðir fyrir mjög marga og sérstaklega, þú veist, svarta, skilur, hún er búin að gera það, hún er búin að taka ógeðslega mikið af first wins sem svört kona á fucking 50 Grammys já, það er nummer 2 hún er ekkert eðlilega, þú veist sigur sæl þar, skilur já, ok, slakaði bara á þá, leiðu öðrum að koma stað ekki fyrir að Jay-Z tók í fyrra bara eitthvað já, þannig við rættum það já, og núna vann hún það veit að það var þannig að ég gefur þessum sigur engan sigur já, maður er bara svona, mér fannst hann skemmi þetta svo hann basically sagði að gera þetta var hótun, sko já það er allir skítrættu við þau
Allavega hann. Já. Þannig Ég að veit það ekki, látið hann að vinna þetta. ég skil, þú veist, mér finnst alveg, þú veist, ég er náttúrulega Beyoncé fan. Já, þú veist, ég hef alltaf verið fan líka, en þú veist bara, mér finnst hann ekki relevant akkurat núna með að við allt annað. Þú veist, mér finnst alveg, þú veist, Cowboy Carter, bara fínasta, hún er gefið út betri plötur, sko. 100. In my opinion, já. þú veist, en mér fannst ekki eitthvað svona, mjög mörg TikTok sem ég fekk sem voru, þú veist, ekki með, þú veist, svona neikvæðka gott Beyoncé voru, þú veist, okkur hún að vinna þetta, þú veist, platan var ekki það léleg og hún ætti ekki vinna þetta, þú veist, ég var ekki þar. Nei, mér varst bara samt aðra plötu betri. Já, þú veist, en mér finnst eiginlega alltaf albúm ársins vera þannig. Albúm ársins er aldrei besta platan actually vinni á Grammy-verðlaunum, þú veist, það er við sögðum þetta líka bara í fyrra þegar Cowboy Carter kom út bara, já, það er alltaf country-plata sem vinnur. Ef hún er tilnefnd. Alltaf. Ef það er country-plata tilnefnd, þá yfirleitt vinnur það. Maður gleymir. Svo ógeðslega mikið svona klísja að bara eitthvað láta Beyoncé vinna. Þetta er bara svona að því að hún var bara fílupúki fyrra, Jay-Z bara talar það opinberlega og hún bara ég fyrir að vinna. Ég bara, sorry, hún gefur smá fílupúka-vibes og smá svona eins og hún sé betri en allir aðrir. Já, ég fekk svona, það er eiginlega alltaf albúm ársins sem vinnur sem ef það er country plata til þetta er samt valla country sko. En þú veist, þetta er tali country það eru eitthvað 2000 mann sem í Academy sem að kjósa skilur, ég veit ekki. Nei, það er allir að segja að bara Eminem hefur sagt þetta, Weeknd hefur sagt þetta, það er enginn að fucking kjósa. Já, en það er það sem Weeknd er það ekki setti út á og Eminem hefur sagt þetta marg oft og hann er ennþá að boykotta þetta sko. Ég skil ekki hvað þið gerðu við Weeknd til þess að fá hann tilbaka sko. Nei. Og hann kemur með eitthvað devil performance. Já. Allir í rauðu og eitthvað bara. Þetta var rosalegt sko, en svo líka fólk er rosa mikið að pæla hvort að Billie Eilish hefði verið að gráta yfir því hún vann ekki eða gráta yfir samgleðast. Ég held að sé samgleðast. Ég held að hún var ekki að gráta því hún vann ekki sko. Ég held ekki heldur sko. En þetta er samtlega bara, fyrir mér er þetta bara besta platan sem hún hefur gefið út, en hún er oft líka unni Grammys og hvað það er náttúrulega úslega flott söngkona. Já. En þetta var svona extremely emotional góð plata. Þetta var extremely svona, já, svona artistik, svona listaplata. Þetta er fyrst skeið sem ég langar að Billie Eilish tónleika. Já, þetta er bara svona, þetta er lista. Já, mér langar bara að fara að grenja með henni. Þetta er bara svona, it hits in the feels. Þess sem fannst mér hún að eiga faktisk skilið. Aftur, þetta sem ég finnst albúm ársins alltaf. Minnst albúm ársins aldrei verið takt við actually það sem á að vera albúm ársins. Já, sérstaklega ef Beyoncé er að gefa út plötu, skilur við. Eða, þú veist, já, þá vinnur hún aldrei. Nei, hún gefur út alltaf eitthvað. Hún vann bara út af... Ég held að sé út af country. Marka sem country Jay-Z var að hóta ykkur og þú veist, já en mér finnst þetta bara alltaf með albúm ársins en hún vinnur alltaf allt annað samt, skilur við hún vinnur alltaf eitthvað, sko já. Yfirleitt, já en Record of the Year, Not Like Us það var alveg það var bara fucking sorry ég fannst alveg, ég skilið það var bara finnast í heimi að bara diss track vann bara Record of the Year hún vann ykkur 5 Grammy já, og Song of the Year já og svo vann hann líka svo er þetta Best New Artist það var Chappell já ég þekki hann ekki náðu vel víst, þú þekkir hann alveg það? Ég skal spila nokkuð með henni hún er hann að Pink Pony Club já, hefur ekki hýst þetta? Ég veit ekki sko, þú er alveg hýrt þetta er mjög frækt alltaf TikTok, sko þetta ég ætla ekki að syngja fyrir ykkur ekki? Já, jú, ok, já og þú er heyrt Pink Pony Club jú, já, ok manstu ekki eftir vídeón jú, já, ég sagði þetta, já, ég hugsaði bara það oh my god hún er geggjuð, sko, ég dýrka hana hún er bara svona, sástu ekki líka performance hennar á Pink Pony á Grammys? Nei, ég er ekki búin að segja það ok, það var mjög flott hún var allavega mjög svona utópísk í klæðnaði og þannig var svona cool, sko já, hún er mjög flott hún er, já svo best rap album þá er það einhver, Doechii vinnar já, það ekki alveg nei, en best pop vocal album Sabrina Carpenter Our Girl hún átti það skilið en erfiður riðill mjög erfið já, mjög en samt að því hún fekk ekki Best New Artist þá átti hún að fá þetta já veistu hvað ég meina? já, og ekki
a song of the year, hún hefði alveg getað fengið espresso. Sko, mér finnst hún að fá það, sko. Já. Að því espresso komin svo mikið á kortið og það þekkja þetta allir. Já, veist, ég ekki að segja record of the year, bara song of the year. Já. Þú veist, bara 100%. En, já, en hún allan að En please var til þess song of the year, ekki espresso, það var á record of the year. Ég skil ekki að munir á record of the year og song of the year. Þetta eitthvað með vinsluna, þú veist, þetta meira svona lag sko. Þetta sé lagið og texti. Nei, record. Sorry. Við erum svo mikið að jafna ykkur aðra. Ég held að hérna song sé lag og texti og record sem er sko producer, þú veist, miklu. Þegar song of the year, þá tekið fram alla sem eru að koma að því. Þá Please, 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 Amy Allen, Jack Antonoff og Sabrina Carpenter. Já, ok, þá er þetta myndir akkurat auðvitt. Já, og svo hérna í record of the year, þá það bara Sabrina sem tekið fram. Ok, þá það potið auðvitt. Lagið og hittir. Já, ok. Ég skildi ekki alveg. Nei. Record getur það verið svona topplisti dæmi eða eitthvað. Hvað þýðir þetta? Ég alveg rosalega forvitin. Ég hef aldrei skilið þetta. Nei. Ég var bara one Beyoncé ekki record of the year, af því að ég held að það var album. Já, record. Já, ég skil það, já. Og líka því að Miley Cyrus segir að it should be you eitthvað. Þannig að ég var bara, what? En samt var hann að vídeoða henni bara eitthvað. Já, og það var hérna best country album. Já, einmitt, hún fekk það líka. Hún fekk það undan. Af hverju er þetta sami riðill, til dæmis, núna? Það er náttúrulega gerist oft. En af hverju? Af hverju gæti hún ekki bara unnið það? Það gerist, ég segir það, ef það er countryplata sem er album ásins, þá er það alltaf það súplata. Það eru greinilega mjög margar countryplöturina. Já, að þetta eru bandaríkin, maður gleymir. Já, ég veit það, en af hverju vann hún bæði? Og þetta er ekki sama kategóri. Já, en af hverju vann hún ekki bara Best Country Album? Og svo Billie Eilish album. Já. Fyrst, maður getur í svona. Eða einhver annars, skilur. Nei, en Sabrina Carpenter átti Short and Sweet skili, sko, en ógeðslega erfiður riðill. Hún er að móti Billie Eilish, Ariana Grande og Taylor Swift og Chappelle. Já. Þetta er fáránlega erfitt, þannig að hún átti þennan sigur. Hún var hún þarna. Hver? Ariana. Ég man ekki eftir henni. Grænus, nei, ég man eftir henni okkur, það var önnu velun en það daginn eftir eða eitthvað. Hún var þar með hennar Munchkin-menn. Man ekki, sko. Nei, man ekki eftir að sé hana. En svo er það Best Pop Duo Group Performance. Ég hef aldrei heyrt þessi velun. Ekki? Nei. Ég hef heyrt þau. Ég var alveg bara svona, ok, hvað lög er þetta? Svo er þetta bara mjög frægleg. Já. Þannig að Die With A Smile, Lady Gaga og Bruno Mars mjög krúttett lag. Já, ég þurfti alveg að spila það. Já, það. Svo er ég bara, ok, ég hef búin að heyra svona 300. Er ekki úr jógurnum? Var það ekki spilað í kreditlistanum þar eða eitthvað þar? Megasens. Die With A Smile, ég held að sé. Það megasens, sko. Svona jógarlægið eða eitthvað. Mér minnir það, ég get verið að fara með 100% villisból, en það var krúttlegt. Já, bara krúttlegt win þar, sko. Þetta var fallegt. En Baldi Billie er í öllum kategóriunum mína. Hún var tilnefnd fyrir 7 eða eitthvað og fekk ekki neitt. Ég veit það, þú veist, þetta er 100% galið, skilur við? Já. 100%. Hún bara, Birds of a Feather, bara eitt með strímaða lag ásinn, sko. Það lag er strímað meira en öll platan en Beyoncé, sko. Já, þú veist, þetta er galið. Þess vegna finnst mér þetta ekki make a sense. Nei, en það er bara Grammy-velunin. Ég veit það. Það vantar eitthvað önnu velun, sko. Ég veit það. Eins og margir artistar segja, þetta er corrupted, sko. Já. En það er samt svona, við verðum að ljúka þessu án þess að segja, þú veist, við getum ekki ljúka þessu án þess að tala um Kanye West og Bianca. Getum að tala um það? Ég veit það ekki eins og neitt. Já, við verðum að tala um það. Bara, hann meitir hana óumbeðin. Nei, hann var tilnæmdur. Ég sá hann var óboðin. Nei, Carnival var tilnæmt, sko. Fyrir hvað? Hvað er það? Carnival er lag á tilnæmt fyrir eitthvað. Já, hann einhvers writer á því eða eitthvað. Lagið hann, sko. Söng hann það? Já, meðal annars. Ég veist ekki að hann var að gefa tónlist. Ég sé hann ekki nefnst þar hérna. Nei, hann var ekki í þessum stóri, sko. Ok. Ok, ég sá hann hafa verið óboðin, mættur og hent út. Best rap song. Hann var bara með, þú veist, hann var ekki hent út. Hérna, sem er alveg magna. Rap song? Já. What the fuck? Var hann ekki hent út? Nei. Hérna, já, hann var tilnæmdur. Var hún þó bara nakin hann allir tíman? Nei, hann fór bara. Hann mætti bara rétt kaplut og fór. Hann var reikin út, held ég. Já, og hann allan sagði, hérna, ég veit ekki, þetta er eitthvað.
Já, allan að hann mætti þarna en hann var tilnefndur karneval fyrir rapsang, já. Það ekki heilt karneval? Nei. Ekki svo ég veit allavega. Já, ég veit ekki. Skulum ekki fara að gefa hans place. Nei, ég nenni ekki líka, ég ekki loggað inn á Spotify eitthvað vissan. En já, þau mæta þarna og náttúrulega bara, þú veist, var að tala eitthvað annað en Bianca og hann, ég veit ekki. Eiginlega ekki, þú veist, þetta var rosalegt og hún mæti þarna í því invisible dress sem hann talaði að það hefur þurft að alterita, ég veit ekki hvað oft. Bara, Ég veist, hvað að? Ég veit ekki, þetta svona, þú veist, og svona alltaf bara í kjölfari, öll tweetin sem búin að koma í kjölfari af Grammy og Super Bowl. Já, þú veist, þetta bara... Hann alltaf alveg bara... Í botnin þetta bara sjúklega sorglegt. Já, þú veist bara, núna, þú veist, þetta bara trending bara, you can't say anymore he made graduation, skilur. Já, en þetta náttúrulega bara í botnin líka bara ógeðslega sorglegt og við oft sagt þetta áður þegar kemur að Kanye, við erum að horfa á mann í gjörsamlega geðrofi 100% fyrir framan alheim og þetta bara, þú veist og það einhver afsökanir lengur þú veist, það það ekki þú veist, hann neitar að taka lyfið sín hann segir núna að hann sé ranggreindur hann sé ekki bæpólar, hann sé einhverfur sem bara ekkert eðla bæpólar að segja þú veist, hann bara, þú veist maðurinn bara, hann einhverjum öðrum veruleika heldur við þetta rosalega sorglegt en hann var ekki byrjað að tvíta þarna þegar Bianca mæti svona þannig að þetta var alveg svona fyrsti það kom eftir það já, þetta var fyrst svona svo fekk hann eitthvað svona huge athygli og þetta er svo leiðilegt að því að kann ég gæti verið á fínum stað núna að því að lagið hans búin að vera trending bara, ekkert eðlilega trending God is, ég var búin að heyra á TikTok það er bara það er allir já þetta kann ég lag og þetta er ógeðslega fallegt lag kann ég náttúrulega áfullt á geggjur tónlist sko. En þetta er búið að vera núna trending í svona mánuð og maður er bara svona, oh my god bara, eitthvað ekki, það er bara ógeðslega sorglegt að vera að horfa á mann bara í geðrofi bara fyrir framan alheim en þú veist, Anna, af hverju er Bianca ekki aðstofan og bara, þú veist, ég skil ekki alveg maður skilur ekki neitt hvað gengur hann á þess að við vitum náttúrulega að Kim hefur talað hún gat náttúrulega ekki stoppa hann þegar hann var þarna og það var ógeðslega áhugavert fyrir ykkur sem ekki sé heimildamyndunum á Netflix og fá þess að sjá hann í þessu ástandi þetta er bara, hann er svona óstoppandi en það sem að pirra mann í þessu líka því að hann var ekki byrjaður að exa þarna á Twitter, skilur þegar hún mætir svona hann var alveg búin að vera eitthvað, eða ekki? Ekki svona eins og hún er búin að vera núna síðustu dag, sko Nei, en það var komið eitthvað á sama dag alveg frekar eitthvað svona en ekki svona gróft, skilur ekki knasist að þeim eitthvað svona þannig það er sagt þetta áður, sko já þú veist, þetta er bara, þetta er hræðilegt þetta er ógeðslega sorglegt, en ég skil ekki alveg, þú veist ég held að við þurfum bara að taka þetta eitthvað svona sér fyrir þetta er alveg svona, ég veit ekki fólk heldur því fram, þú veist, sumir er að pæli því hvort að Bianca sé í ofbeldissambandi já, þú veist, bara að því hún er ekki að þú veist, hún er að taka þátt í þessu ekki að hjálpa honum eða þú veist, stoppa hann já, hún mætir svona já, þá segir mér bara meira að hann sé með hana einhvern veginn, skilur já, þú veist, og fólk eðlilega hugsar það þegar eitthvað kona mæti bara kviknakin nema hún vilja það bara og við séum bara að lesa svona ógeðslega rangt aðstæður eitt af þessu nakin og allt það en það sem hann er að segja af hverju er leiftunum að vera með samfélagsmiðla ef hann er skilur í einhverju hann er ekki eða við sko 100% en af hverju myndir ekki þá ef þau eru sem hann vil meina þessi heilbrigðu sambandi af hverju myndir hún þá ekki stoppa hann og er bara herðið ertu vissum að vilja tvíta þessu skilur þannig að þetta meikar ekki neitt sens og þetta er ótrúlega erfitt að horfa upp á þetta og hann sé með svona sterkan miðil stóra miðil og þetta er að fá svona mikla athygli þetta er bara hræðilegt já, þetta er hræðilegt þetta er fólk bara líka með þessar peysur já það er bara erfitt að tala þetta skilur bara peysan sem að kona Diddy var í þegar hann reðst á hana hann er að selja þær núna á netinu og fólk er að kaupa þetta já, pældi ég þessu það er eitt að hann sé að selja þetta það er annað að fólk er að kaupa það er, skilur, fólk að styðja þetta skilur, sem er og nasistar eru að taka undir og þetta er bara ógeðslegt þetta er
geðslegt. Þetta hræðilegt. Og þetta bara, þú veist, það engar afsökanir og þú veist, þetta svo ógeðslega, þetta líka hættuleg orð. Mjög. Þú veist, það power í því sem þú segir og það power í því sem þú segir, Kanye West, skilur, eins mikið og við vitum og eigum öll að vera meðvituð að hans er búin að missa vitið, þá eru fólk sem hoppar á þetta. Fólk sem ekki þar, skilur. Nei, og þetta er bara, það er fólk sem að því miður deilir þessum skoðunum með honum og það er bara svo stór hættulegt og jú, auðvitað bara, þú veist, maðurinn er í hérna geðrofi og það er kannski ekki hægt að stoppa hann og Bianca kannski ræður ekki við hann og eitthvað þannig. Elon Musk lokaði þá fyrir fucking reikningin hans en þeir eru allir svo góði vinir. Já. Þú veist, hann er yngur skárri þessi Muskari, sko. Oft sagt að það er ógeðslega erfitt að vera Kanye-fan. Það var aldrei verið erfiðara. Nei, bara, ég var alltaf fan á hann líka, en bara það er ekki hægt því miður í dag. Nei, bara... maður, nei, það er bara, þú veist, fyrirgeðu næri ekki nóg langt núna. Þetta er bara, þetta komið yfir þetta velsæmdismörk. Þetta er bara alveg búið að ganga yfir bara allt. Já. Sko, bara... en já, við höfum eftir að taka, þú veist, það sem gerist á Super Bowl og gerum það í áskritinni. Já. En ef við fórum aðeins í ákvæðan út eitt sem ég langaði að nefna með Grammysin. Já. Benson Boone. Já. Djöfull er hann flottur. Vá, hvað það var flott. Já. Hérna, ég var bara, hver er þetta aftur? Að því mér líður sig aldrei séðan. Já. Ég bara heyrt lagið, skilurðu. Djöfull er hann geggjaður. Hann er geggjaður. Hann er giving me hairstyles. Já. Svona American version, skilurðu. Fólk, 100% og fólk bara alveg setja það samanlega, don't copy. Nei, hann er búin að copy outfitur hans. Já. En hann veit að það virkar. Harry is the king. Hann er bara eitthvað við energy hann sem gefur mér svona, ok, I like this. Skömmina. Já. Og það var alltaf geggjað hvernig hann eitthvað byrjaði í sætinu sínu og eitthvað, já. Og hætti klúm og eitthvað svona, það er eitthvað, þetta var geðugt, sko. Þetta var mjög gott. Ég fíla þetta mjög mikið. Þetta var hérna, þetta var góð Grammys, það var mikið til að ræða, mikið til að tala um, þetta var skemmtilegt, sko. Taylor Swift, hann alveg í rauða kjólnum bara dansandi allan tímann. Bara tilnæmt fyrir fullt hlutum. Já, hún er bara eitthvað svo jákvæð eitthvað. Já, hún er eitthvað jákvæð þessu þarna. Já, hún er happy. Já, það er gott. Það sést. Já. Hún er alltaf jákvæð kannski en einhvern veginn það er eitthvað svona aura í kringum hana. Það er kannski hún skilu vinkunum sína Blake Lively. Nei, ég veit það ekki. I don't know. Who knows? Ég veit ekki, ég er bara giska. Ég veit ekki. Það er allan ekki vinkunir right now. Það er taking a break. Já, en ég sko, við þurfum að fara að bruna. Ná okkur í kvöldmátt á Serrano. Beinslega Serrano. Holdt og gott. Það heldur áfram í februar. Always. Þannig að við höfum getað, ég hættum ekki um bladra en klukkutum viðbót, sko. Hvað er málið? Þetta ég líka... Við getum jafna. Ógeðslega mikið til að tala um. Bara fer í 8 daga og það er bara, já. En Super Bowl, allt það svo mikið til að tala um þar áskrift. Sjáumst þar. Love you guys, bye.